Jæja, halló og gleðilegan hvíldardag, verið velkomin hér í dag. Við hlökkum til að eiga góða stund með ykkur og Guði og já, ég ætla að bjóða Erik að koma og vera með tilkynningar áður en við byrjum. Já, góðan dag, all hjartanlega velkomin. Are you going to translate for me? Good morning and welcome here today. Við erum með búð hérna í kjallaranum. Ég að auglýsa þetta alltaf hérna með búðin í kjallaranum. We have a store in the basement. So he's announcing the store. Hún opin frá klukkan 2 til klukkan 6, alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. It's open from 2 to 6 every Thursday? Every Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday. Og við erum með bænastund hérna á þriðjudögum klukkan 12. And we have prayer meetings every Tuesday at 12. Tuesday at 12. Og svo erum við með súpustofu á þriðjudögum klukkan 6 til 8. And then we have soup. I forgot the day. Soup kitchen. Soup kitchen when? Á þriðjudögum. On Tuesdays. Klukkan 6 til 8. From 6 till 8 in the evening. Svo vil ég gjarnan auglýsa það núna að við erum með annan lestur á safnaðarbréfum. I don't know how to translate that into English. I'll do it then. Okay. We are moving church membership from one church to the other, and there are two individuals that want to move from Reykjavík Church to another church. Það safnað bréf sem við ætlum að flytja. Einn einstaklingur heitir Per Jóhansen. So one of them is called Per Jóhansen. Og hinn Heimir Arnar Sveinbjörnsson. And the other one's Heimir Arnar Sveinbjörnsson. Og Per Jóhansen að flytja frá Reykjavíkursafnaði til Ringsted safnaðar í Danmörku. Per is moving from Reykjavík Church to I don't know how to say that. Ringsted. Ringsted. Good. And where's that? In Denmark. In Denmark, yes. Og Heimir Arnar Sveinbjörnsson is moving að flytja frá Reykjavíkursafnaði til Drifðra, safnað Drifðra. Yes, Heimir is moving to Drifðra. Yeah, which is from Reykjavík Church to the conference church. Yeah. Og allir sem myndu gjarnan vilja styðja það að þeir flyttu bara rétt upp hönd. Those who are supportive of their decision to move, put your hand up. Takk fyrir. Það var allt. And that is all. Við erum líka með sérstaka fyrirbæn sem við viljum flytja. Við viljum gera það aðeins seinna hérna með bænastundinni. Okay, and we're going to have a special prayer later today. So yeah. Elsa, kontu. We're going to sing Awesome God, and I would like to ask everyone to stand up and sing, because there's nothing better for God and Jesus to see His servants standing up and worshiping Him. So I ask you to stand up right now and sing with us. So I think most of you know the song. So when it comes the part, Our God is an Awesome God, I want to ask you to sing that part especially. And yeah, let's go. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the ritz. Our God is an awesome God. And there's thunder in his footsteps and lightning in his fist. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is
too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom and power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Amen. Hvað Dóttir, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað það er. Okay, we're gonna have prayer. Skulum biðja. Dear God, Kæri himneski Faðir, I just want to thank you that we are here today. ég vil þakka þér fyrir að við erum komin hér saman í dag. I want to thank you for our friends and our family. Takk fyrir alla vin okkar og fjölskyldur. And yeah, I just want to invite you to be here with us. Mér langar að bjóða þér til að vera hérna með okkur í dag. You've said whether there's 2 or more gathered in your name that you're going to be there. Þú segir að það sem eru 2 eða 3 eða fleiri komin saman í þínu nafni, þar mynd þú vera. So God, we just thank you because that means that you're showing up right now. Og við þökkum þér þá fyrir að við vitum þá að þú ert hérna núna. We ask for your presence, your Holy Spirit in our hearts and our minds. Við byggjum að þína nærveru og þinn heilagur andi megi vera inn í okkar huga. We ask for your peace and for your love. Við byggjum fyrir þinn frið og þinn kærleikur. And we thank you for being present and for giving us those things. Og við þökkum þér fyrir að vera hér og fyrir að gefa okkar þessa hluti. We pray all of these things in your name, Jesus. Við byggjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. Rétt áður en að við hættum bænastundinni þá sérstök ósk fyrirbæn. There's been a special request of prayer. Svo ég ætla að fara með þá bæn núna. So Eric is going to pray that prayer. Himneski Faðir, við komum fram fyrir auglið þitt núna sérstaklega með hann Holberg í huga. Dear Father, we come before you with Holberg in mind. Hann að fara í mikla og alvarlega og kannski hættulega aðgerð. He's going to go through a very, very important and possibly dangerous surgery. Við byggjum þig að vera með honum og styrkja hann og styðja sérstaklega í þessum kringumstæðum sem hann í. Heavenly Father, we ask you to be present with him and give him strength in what he's going through right now. Vertu með Holberg, drottinn, við líka með fjölskyldu hans. Be with Holberg and be with his family. Við með Jóni og Boggu og Sóley og Rut. Be with Jón and Bogga and Sóley and Rut. Og fjölskyldu þeirra allra. Við leggjum það fólk sérstaklega í þína hönd á þessari stundu og við vitum drottinn að við getum lagt allt í þína hönd. Heavenly Father, we put this family before you and we know that we can hvað sagðirðu? Treyst þér We can algjörlega. trust you, Father. Þakka þér fyrir drottinn, við biðjum í Jesú blessaða nafni. Amen. Thank you, Father. We pray in Jesus' name, amen. Amen.
Við skulum lesa ritningaversið. Já, ég skal bara lesa. Á þeim degi skaltu segja, ég vegsama þig, drottinn, þú varst mér reiður, en þér hvarf reiðin og þú huggaðir mig. Sjá, Guð er hjálp mín, ég er öruggur og óttast ekki, því að drottinn er vörn mín og lofsöngur, hann kom mér til hjálpar. Þér munuð með fögnuði, vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Á þeim degi munuð þér segja, lofið drottinn, ákallið nafn hans, gerið máttaverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt er nafn hans. Lofsyngið drottnið því að dásemdaverk hefur hann gert, þau verða þekkt alla jörð. Fagnið og gleðjist þér sem búið á Síón, því að hinn heilagi Ísraels er mikill á meðal yðar. Já, skulum biðja. Can you translate? Am I okay? Ok, ég skal biðja. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að þú vilt vera hérna með okkur og þakka þér fyrir að við getum komið hér saman og tilbiðja þig og náð betur til þín og rækta þetta samband við þig, Faðir, og ég bið til þess að þú hjálpar okkur að opna okkur fyrir þig og Faðir, mig langar að biðja fyrir sérhvert mann hér. Viltu blessa þau, viltu blessa okkur, viltu lækna og viltu vernda, Faðir, og þú veist betur en við sjálf hvað allir hérna að gangi í gegnum. Þú þekkir hjarta hvers annars og þú veist hvað þau þurfa, þannig ég bið, Faðir, að þú megir koma og gefa þessu fólki það sem það þarf, Faðir, og að umfram allt að þau muni vita og trúa því hvað þú elskar þau mikið og hvað þú ert máttugur og getur allt. Faðir, verði þinn vilji hér í dag, Faðir, og gef okkur vísdóm og frið og þinn kærleikur við biðjum í Jesú nafni. Amen. Já, næst ætlum við að syngja Lord, I lift your name on high og ég ætla að biðja ykkur aftur að standa upp. Það er svo gaman þegar allir standa upp og syngja saman. So flattering my
ætlum að syngja eitt lag í viðbót, þannig að haldið ykkur standandi. Næsta lag heitir Living Waters. Nú ætlar Carly að vera með predikun fyrir okkur. I can translate. Vill einhver annar þýða? Vill einhver annar þýða? Ok, ég skal þýða, allt í lagi, þá. Sorry, I need this. Hi. Hi.
Hello, my students that are my students also. Hæ mínir nemendur sem eru mínir nemendur. Good to see you guys. Gott að sjá ykkur. Can you hear me okay, or am I just being picky? Heyrið þið vel í mér eða er ég að vera skrítin? I will take the silence as everything's okay. So, Ég tek þögnina sem góð hlut. I don't know about the rest of you, Ég veit ekki ykkur hinn, but I am so happy to see 2024 gone. en ég svo glöð að sjá 2024 bara farið. Is it just me or anyone það else? bara ég eða einhver annar? Thank you, Lila. Okay, maybe Takk, other people Laila. feel this way. Kannski eru aðrir sem að líða þannig líka. So, I don't know if you remember, but we still have a war going on in Ukraine that happened throughout 2024 also. Ég veit ekki hvort að þið munið en við erum enda með stríð í Úkraínu sem að var líka enda í gangi í 2024. There were still attacks, were still attacks going on in Gaza. Það enda árás í Gaza. Women's rights were even more suppressed in Afghanistan. Kvennaréttir í Afganistan eru bara eiginlega farin. We also saw floods in Flóðir, several different places. flóðir í bara nokkra staði. We saw wildfires Við also in many places. Skógareldar á nokkrum stöðum líka. I don't know what cyclones are. Cyclones, big storms Þetta hérna. Já. in several places. Á nokkrum stöðum. Earthquakes. Jarðskjálftir. And the list goes on Og and on and listinn on. fer bara lengur og lengur. So, aside from global issues, This is really hard. okay, besides things happening all over the world, Já, I don't know how to say besides. Hvað sem er besides á íslensku? Fyrir utan allt þetta sem er í gangi í heiminum, yeah, I was having a rough time in my personal life. þá var ég að eiga erfiðan tíma sjálf, Carly. Yeah, me. I was struggling with my physical and mental health. Þá var ég að gangi gegnum margt bæði andlega og líkamlega. It felt like both my body and my mind were fighting against me. Það var eins og bæði hugur minn og líkaminn minn voru að gera árás á mig. I also struggled balancing work and studies. Ég var líka eiga erfitt með að finna jafnvægi í bæði í vinnuna mína og í skólanum. And then, of course, my social and spiritual lives, my social life and my spiritual life both suffered as well. Og líka félagslífið mitt og mitt andlega líf var líka bara ekki að ganga mjög vel. I was looking at my future and I'm like, I have literally no idea what's going to happen. Ég var að horfa á framtíðina mína og ég hugsaði bara, ég hef enga hugmynd hvað er að fara að gerast. And I began to wonder, where was God? Og ég fór að velta fyrir mér, hvar er Guð? It felt like for me everything was falling apart. Mér leiði eins og allt væri að hrynja í kringum mig. And this God that was always supposed to be with me, I didn't see him and I didn't feel him. Og þessi Guð sem átti alltaf að vera með mér, ég fann ekki fyrir hann og ég sá hann ekki heldur. So this got me thinking, Þannig að ég fór að hugsa, do I actually trust God? treyst ég í raun Guði? If he's always supposed to be there and have my best interests in plan, Ef hann á alltaf að vera þarna og hafa besta planið fyrir mig í huga, but I didn't see it working out, en ég sá það ekki ganga mjög vel, was he really trustworthy? var hann þá traustur? Did I actually trust God with all the parts of my life? Var ég þá að treysta Guði með allt lífið mitt? So, obviously, I am not the first nor the last person to feel this way. Auðvitað er ég ekki fyrsta eða síðasta manneskja til að líða svona. So I was thinking, why don't I just be for real about this and study something that applies to me? Þannig að af hverju ætti ég ekki bara að fara inn í þessu og can you say it again? Basically, why don't I study something that applies to me? That's Ég ætla For my own að life. rannsaka eitthvað sem á við mig í mínu lífi. So I want to look at a chapter in the Bible that talks about trusting God. En ég ætla að líta á kafla í Biblíunni sem að fjallar að treysta Guði. So I want to talk about Isaiah. Mér langar að tala Ísæja. First of all, his name means Yahweh saves. Nafni hans þýðir Jahve
bjargar. So we can know that this is what he has to do with. This is what his life's focus is. Þetta það sem að hann að einbeita sér á. So for some historical context, Fyrir smá sögulegan so look at it as it happened in history. samhengi. Okay. I want to look at what was happening with God's people. Mér langar að líta á hvað var að gerast við fólki Guðs. Israel and Judah are separated at this point. Ísrael og Júda eru aðskilin. This is a split kingdom. Þetta klofið konungsríki. Okay, I'm sorry, I'm making this complicated. No, it's okay. They're also facing the Assyrian Empire and its expansion. The Assyrian Empire is growing. Þannig að það ætti einhver annar að koma því að ég geti þetta ekki. Bara sorry. This is just the hardest part. Heimsveldi Assýría var að vaksa And so, this is a problem for them. og Yeah? þetta vandamál fyrir þeim. So, and the other problem is this Assyrian empire is growing, but the people of God walked straight into it. Þannig að þetta assýríska veldi var að vaksa og þetta fólk var að labba bara beint inn í það. So, we have the king of Judah, the ruler of Judah, Kóng Júda and his name is Ahaz. og hann heitir Ehas. And so there were kings that were trying to come over and fight with Judah. Og það voru aðri kókar sem voru að reyna að koma og gera árás á Júda. And so what Ahaz does is instead of going to God for guidance or help, Þannig að það sem Ahas gerir, í staðan fyrir að fara til Guðs, fyrir leiðbenningu og hjálp, he goes to the Assyrian king, þá fer hann til assýríska kóngsins, who I think this is supposed to be in this picture, Tilgath-Pileser. það sem hún sagði, Yeah. heitir hann. This guy. Þessi maður. And so this king says, yeah, sure, we'll protect you. Þessi kóngur segir, já, skulum vernda þig. But then Ahaz is underneath this Assyrian king for the rest of his reign. Og svo bara Ahas undir hans veldi bara restina af lífinu sínu. Now, Isaiah was not interested in this choice. Hvernig segir maður á íslensku? Ísaja hafði bara ekkert áhuga á þessu. Isaiah was saying, you know what? No, we need to go to God. Ísaja var að segja, veitir hvað, við þurfum að fara til Guðs. We need to go to God for guidance and for protection. Við þurfum að fara til Guðs fyrir leiðbendingu og vernd. But instead, Ahaz had his way, and so they were under Assyrian rule. En Ahas vildi bara gera sitt og þau voru bara undir assýríska veldi. So from this position of Judah, or this nation, openly rejecting God, openly saying, no God, I'm going to do my own thing. Að þetta þjóð var bara að segja, nei takk Guð, ég ætla að gera mitt. We're going to do our own thing, and we lost our freedom. Og við mistum frelsið okkar. In this position, this is where Isaiah writes this chapter. Og hérna Ísaja að skrifa í þennan kafla. But we see that it's a chapter of hope and of early thanksgiving before the thing happens. En þetta kafli von og þakklæti. So, I'm going to read through this in English first, and then if you could read it in Icelandic, I'm going to have it up there. So, in that day you will sing, I will praise you, O Lord. You were angry with me, but not anymore. Now you comfort me. See, God has come to save me. I will trust in him and not be afraid. The Lord God is my strength and my song. He has given me victory. With joy you will drink deeply from the fountain of salvation. In that wonderful day you will sing, thank the Lord, praise his name. Tell the nations what he has done. Let them know how mighty he is.
Sing to the Lord, for he has done wonderful things. Make known his praise around the world. Let all the people of Jerusalem shout his praise with joy, for great is the Holy One of Israel who lives among you. Á þeim degi skaltu segja, ég veg saman þig, Drottinn. Þú varst mér reiður, en þér hvarf reiðin og þú huggaði mig. Sjá, Guður hjálp mig. Ég öruggur og óttast ekki, því að Drottinn vörn mín og lofsöngur. Hann kom mér til hjálpar. Þér munu með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Á þeim degi munu þér segja, lofi Drottinn, ákalli nafn hans. Gerið máttaverk hans kunn meðal þjóðanna. Hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsyngið Drottni því að dásemdarverk hefur hann gert. Þau verða þekkt alla jörð. Fagnið og gleðjist, þér sem búið á Síón, því að hinn heilagi Ísraels mikill á meðali yðar. Thank you. So, I'm going to take this verse by verse. Ég ætla að fara í gegnum þetta vers og vers. Yeah. So Isaiah is looking forward to the day when he and his people will be saved and set free. Ísæja hlakkar til fyrir daginn sem að hann og fólki hans verða bjargað og munu finna frelsi, verða frelsað. He's saying, I know that day of salvation will come. Ég veit að þann dagur mun koma. And when it does, we will thank you. Og þegar það kemur, þá munum við þakka þér. He also recognizes that they were persecuted by Assyria. Hann veit líka að þau voru afsótt af Assyria. Sýrland. Syria. Assyria. Yes. And they were in this position because they disobeyed God. Og þau voru í þessari stöðu að því að þau voru ekki að gegna Guði. And then they felt God's anger because of this. Og þau fundu fyrir reiði Guðs út af þessu. But this situation doesn't last. En þetta gengur ekki, þetta svona, þetta ástand fer ekki áfram. Já. And that God will come into their pain. Og Guð mun koma í þeirra þjáningu. And not just save them, og ekki bara bjarga þeim, but also comfort them. En líka hughrista þau, já. Okay, so it's also really good to recognize Líka mjög gott að muna, að vita that Bible scholars að Biblíu fræðimenn say that this isn't talking about the salvation that Jesus offers on the cross. Say that again. That this salvation isn't the one that Jesus gives on the cross. Þessi björgun, frelsun, ekki svo frelsun sem að Jesús gefur okkur á krossinu. But it's the situation that they're in. En það ástandi sem að þau eru í. Being saved from the situation that they are in. Að vera frelsa frá þann ástandi sem að þau eru í. So, Isaiah continues to say, look. Ísæja heldur áfram að segja, horfðu, God sjáðu. has gone out of his way to save me. Guð hefur farið, God has come to save me. Guð hefur komið að bjarga mér, að frelsa mig. I was the one who put distance between us. Ég var sá sem að setti fjarlægð á milli okkar. But God is the one that came close. En Guð sá sem að kom nær mér. And even though the saving hasn't happened yet, og þrátt fyrir að þessi frelsun hefur ekki gerst ennþá, I will choose to trust in God. Þá mun ég velja að treysta Guði. A choice. Þetta val. And when the trust is chosen, og þegar þetta val valið, fear will disappear. Þá mun allur ótti hverfa. Isaiah also realizes Ísæja fattar líka that God is his strength and his song. Að Guð hans kraft, kjark og lag. Yeah. The one that Isaiah has chosen to trust. Sá sem að Ísæja hefur valið að treysta. Has taken Isaiah's fear. Hefur tekið óttans. And in its place has given him strength. Og í stað þess hefur hann sett
Styrkleika, takk. And not only that, Ekki bara það, but Isaiah is so relaxed now en Ísa svo slakur núna that he has a song in his heart. að hann með lag í hjarta sitt. And on top of all that, Isaiah claims that God has given him the victory. Og Ísa segir að Guð hafi gefið honum sigurinn. So, he goes on to talk more about joy. Hann heldur áfram að tala gleðina. Not just Isaiah, but his people Ekki bara Ísa heldur fólkið hans. will enjoy the fountain of salvation. It's up there. Þau munu með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Haha. Yes. So that source of pure life Og þetta, já. Þetta, já. full life. Life. Þetta líf, já, Yes. góða That comes líf. from God. Það kemur frá Guði. And just like a well, Og alveg eins og bruni, the well is there for everyone that comes to it. þá þessi brunur, það þarna fyrir hver sem að vill koma þangað. In the same way, God will also be there for everyone that comes to him. Og samhátt á mun Guð alltaf vera til staðar fyrir þá sem koma til hans. Verse 4. Vers 4. Again, Isaiah is saying, okay, in the future, Og aftur þá segja, í framtíðinni, when we are set free, þegar okkur frelsað, we will be telling everyone þá munum við segja öllum what God has done. hvað Guð hefur gert. This is Isaiah's testimony. Og þetta vitnisburður Ísæs. Look where I was, Sjáðu hvar ég var, God came in, Guð kom inn and look where I am now. og sjáðu hvar ég núna. God did this. Guð gerði þetta. Verse 5. Vers 5. This repeats the same idea. Endur tekur sömu hugmynd And now it's saying, tell people, og núna segir það, segðu fólki, sing it. syngdu það. God is good. Guð góður. God has saved me Guð hefur frelsað mig from my most shameful frá mestu skömmin í mér and vulnerable place og viðkvæman stað where I had rebelled, þar sem að ég hef farið gegn hann, where I was suffering, þar sem að ég var að þjást, but God changed this. en Guð breytti þessu. And now I can't help but tell other people what he has done. Og núna get ég ekkert annað en að segja fólki frá því sem hann hefur gert. So the last verse is saying, look what he has done for all of us. Og síðastu versið að segja, sjáðu hvað hann hefur gert fyrir okkur öll. Don't hold back. Ekki halda þér frá Be þessu. loud about it. Vertu hávær með þetta. Be happy about Vertu it. glað með þetta. Oh, and by the way, Og getur hvað? God isn't just up in heaven, Guð ekki bara þarna upp í himinu. watching what's happening down on earth. Að horfa á það sem að gengur á hérna niðri. He's right here among us. Hann hérna meðal okkar. He is in the messiness, Hann í the problems, öllum vandamálum and he's in the suffering with og hann us. í þjáningunni með okkur He wants to be here og right hann here with us. vill vera þarna með okkur. So this is great for Isaiah and the people of Israel. Good for them. Þetta bara geggja fyrir Ísa og fólkið þarna. Það bara That's- geggja fyrir þau. I'm happy for them. Ég er Yeah, glöð that's fyrir nice. þau. Já. They were Frábært. eventually later on set free. Svo var þeim frelsað. But I want to Endanum. look at this from our perspective. What does this mean for us today? En hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Now the chances are here in Iceland or wherever we have come from, Þannig að ekki möguleika, hvað? it can be possible Það getur verið að hérna á Íslandi that we haven't experienced being taken over by some enemy. að við höfum ekki upplifað að vera tekin yfir af einhverjum óvin. But if I'm speaking for myself, En ef ég að tala mig sjálfa. I have definitely experienced other kinds of captivity. En ég hef fundið fyrir öðruvísi típur af svona herleiðingum. Takk. Maybe the captivity of being stuck in my own head. Kannski þessi herleiðing að vera föst í mínum eigin huga. Overthinking the same thing
over and over and over að again. ofhugsa sama hlut aftur og aftur og aftur. Or maybe the anxiety about my future, Að kannski kvíði framtíðina mína. and maybe you have something too. Kannski eru þið með eitthvað líka. Maybe you have a physical oppression. Kannski eru þið með svona líkamleg árás eða líkamleg oppression, já, veit ekki, árás, Problem. vandamál. Yeah. Maybe it's chronic pain or an illness. Kannski það krónísk verkur eða einhvers konar sjúkdómur. Maybe it's an addiction. Kannski það einhvers konar fíkn. Maybe it's an addiction to a substance Fíkn við einhver efni or a computer game eða tölvuleiki or your phone. eða síminn. Maybe you are stuck. Kannski ertu fastur. Maybe you're stuck in your job Fastur í vinnunniðinni or you're stuck in a joyless marriage eða fastur í hjónabandi án gleðis. or maybe you're wanting a better relationship Kannski viltu betri samband with your child með barninu þínu or your parents, eða foreldra þína. but you don't know how to do it. En þú veist hvernig þú átt að fara að því. Maybe you feel hopeless about your future Kannski ertu vonlaus þína framtíð. or you're wondering if you're always going to be stuck in the same point for the rest of your life. Og þú veltir fyrir þér hvort að þú verðir alltaf fastur í þessari stöðu restina af lífinu þínu. Or maybe you feel abandoned in your spiritual life, Kannski líður þér left alone, yfirgefin í þínu andlegu lífi. and you're wondering, where is God? Þú veltir fyrir þér hvar Guð? Why is he silent? Af hverju hann þögull? Why is he ignoring me? Af hverju hann að hunsa mig? Or does he even exist? Eða hann til? So, whether you have rebelled against God or not, Hvort sem að þú ert búin að fara frá Guði or if you just feel hopeless, eða ef að þú ert bara vonlaus. this passage is an invitation to you. Passage. This chapter is an Þessi invitation vers to you. er boð fyrir þig. So, again, I'm going to go through the verses again. Verse 1 Vers 1. is recognizing that this hard thing, it will not last forever. Það segir að þessi erfiður hlutur, það mun ekki ganga að eilífu. And I'm not talking about when Jesus comes back for a second time, Og hún ekki tala þegar Jesús kemur aftur í annað skiptið. but starting in this life. En við erum að byrja núna í þessu lífi. God is someone who frees people. Guð einhver sem að frelsa fólki. And we can start praising him now, even while we are still stuck. Og við getum byrjað að lofa honum núna, tilbyrja hann núna, jafnvel þegar við erum hérna föst. Because he can and will pull us out. Af því hann mun og hann vill toga okkur út úr þessu If we allow him to. ef að við leifum honum að gera það. God sees us in our suffering Guð sér okkur þegar við erum að þjást, and our discomfort, þegar við erum í óþægindi and he will respect our decision og hann mun virða okkar ákvörðun. and when we say yes, he will come in and comfort us. Og þegar við segjum já, þá mun hann koma inn og hughreysta okkur. Our feelings matter to God. Okkar tilfinningar skipta Guði máli. Now, God will come to save us. Guð mun koma að bjarga okkur Things don't have to stay just the way that they are. og hlutir þurfa ekki að vera eins og þær hafa alltaf verið. But the question is, En spurningin will I choose to trust him, mun ég velja að treysta á hann? to solve things in his way, Að leyfa hann að sjá hluti? will I allow him to take control over my life? Mun ég leyfa honum að taka stjórn yfir mínu lífi? If I say yes, Ef ég segi já, I will not be afraid. þá mun ég ekki vera hræddur. God will not only calm our fears, Guð mun ekki bara gefa okkur frið, but when he is in charge, en þegar hann yfir, he will take our fear þá tekur hann óttan and give us strength. og gefa okkur styrk. And I think this is really exciting. Og mér finnst þetta mjög spennandi. When God is in charge, Þegar Guð í stjórn yfir, we can even get to the point where our nervous system þá komum við á þann stað þar sem að taugakerfið okkar
is so relaxed, svo, calm, svo rólegt that we will have a song in our hearts. að við munum hafa lag í okkar hjarta. The thing that's been keeping us down or stuck, Það sem búin að vera að halda okkur niður og föst, that's been taking away the peace and joy in our lives, sem búin að vera að taka þessi frið og gleði úr okkar lífi, God will give us victory over that. Guð mun gefa okkur sigur. So if he could do that for the people of Israel, Þannig að ef hann getur gert það fyrir fólkið í Ísrael, that had openly said, no God, no, sem að hafa opinberlega sagt nei Guð, can he not do the same thing for us? getur hann ekki gert það sama fyrir okkur? The question I've been asking myself is, Spurningin sem að ég hef verið að spurja mér do I truly believe that God is who he says he is? trúi ég virkilega að Guð sá sem hann segist vera And that he can do this? og hann getur gert þetta? Or do I believe that my problem and my situation are bigger than God? Eða trúi ég að mitt vandamál og mitt ástand stærra en Guð? Continuing on. Höldum áfram. According to God, yes, I will get to the point where I will have joy. Samkvæmt Guði þá mun ég komast að þeirri stöðu að ég hef, þar sem að ég mun hafa gleði. I will be able to come to him at any time Ég get komið til hans hvenær sem and be refreshed by him. og vera endurnærð af honum. And again, according to God, Og aftur, samkvæmt Guði, I will come to the point where I recognize that I am saved out of that thing. þá mun ég komast að þeirri stöðu að mér frelsað af þessa hlut, Whatever that thing hvað is. sem það I'll be able to recognize that I am no longer stuck. Ég mun fatta það að ég ekki fastur And í þessa hlut. I will be able to praise God Og ég mun geta lofa Guði and tell others og segja öðrum, that, look what God has done for me sjáu hvað Guð hefur gert fyrir mig today. í dag. Verse 5. Vers 5. We'll be able to be at the point where we are so good Við munum komast að munum koma að þeirri stöðu þar sem að okkur líður svo vel that our bodies and minds are so relaxed að líkaminn okkar og huga okkar líður svo vel that we will be able to sing. að við munum geta sungið. And what's left, Og það sem eftir we'll be able to tell others what he has done að segja öðrum frá því sem hann hefur gert and that he can do it for them too. og að hann getur gert það fyrir þeim líka, Last verse. fyrir þau líka. Lesta vers. He will do Síðasta something. vers. He will do something for us collectively also. Hann mun gera eitthvað fyrir okkur öll saman líka. And just like he did for Israel, Og alveg eins og hann gerði fyrir Ísrael, we will be able to say that God isn't just sitting back watching. við munum geta sagt að Guð, hann ekki bara eitthvað stendur hérna að horfa á allt sem að gerast við okkur, But that he is right here with us. en hann hérna með okkur. Living amongst us, not visiting, Hann living here. lifir með okkur, ekki í heimsókn, heldur að lifa hérna með okkur. That he's close Býr hér. enough to see and feel our pain, Hann nógu nálægt til að sjá og finna fyrir þessa þjáningu með okkur. our problems, Okkar vandamál, our suffering, já, and then also our freedom. og frelsið okkar. So, when I'm thinking about this, I look back to my first question. Og þegar ég að hugsa þetta þá lít ég aftur á síðasta spurningin. Is God trustworthy? Guð traustur? In my mind, it comes down to a few points. Í mínum huga þá kemur það niður í nokkrum points. Do I believe that God is who he says he is in the Bible? Trúi ég að Guð segir að Guð sé þann sem hann segir hann sé í Biblíunni? Do I believe that he has saved people in the past Trúi ég að hann hefur frelsað fólk í fortíðinni from their most shameful and vulnerable moments? frá mestu skömm og viðkvæmum atburðum? Já. Do I believe that God is the same Trúi ég að Guð sami back then and today? bæði þá og núna?
If my answer is yes, ef að svarið mitt er já, then I can apply this whole chapter to myself. þá get ég notað allar hvað er svo erfitt að falla þessi kapli fyrir mig. Yes, yes. So the basic point is this. It comes down to a choice. Þannig að þetta er val. Já. Yes. It's not a feeling, it's a choice. Þetta er ekki tilfinning, þetta er val. Do I choose to trust God? Mun ég velja að treysta á Guði, Even while I'm still in the mess, just like Israel. jafnvel þegar ég er í áreiðunni. Já. Í áreiðunni, Just like Israel was, yeah? eins og Ísrael var. Even while I'm in the mess, do I choose to trust God? Mun ég velja að treysta á Guði þá. Now, like I said, this sermon was not just for you guys, it's for me. Þessi predikun var ekki bara fyrir ykkur, heldur líka fyrir mig. I recognize that I have a choice. Ég I know that I have a choice. skil að ég hef þetta val. And I've been thinking about it for myself this week. Og ég er búin að vera að hugsa þetta þessa viku. To be honest, very few of my problems from last year are fixed. Til að vera hreinskilin þá hafa flest mín vandamál frá síðast ári að búa að lagast. But En I, ég, we, við, you þú can still choose. getum enda valið. Do I trust God? Treysti ég á Guð? Do I trust that one day things won't be the same? Treysti ég því að einn daginn þá munu hlutir ekki vera eins. Things won't be the same that they are right now. Hlutir verða ekki eins og þær eru akkurat núna. Even if the only thing that God changes is me. Jafnvel þegar eini hluturinn sem að Guð breytir er ég. Do I choose to trust God now? Vel ég að treysta Guði? Amen. Amen. Thank you for translating. Já. Ég ætla að biðja ykkur að standa á fætur aftur. I'm going to ask you to stand up once again and worship God with us. We're going to be singing Graves into Gardens.
Viltu koma að þakka? Á ég að þakka? Komdu að þakka. Getur við. Þá er komið að lokum hjá okkur. We are at the end. Takk. Hvað þýðir það? En að lokin, við erum komið að lokin. Já, flott. Takk, hjartans takkir fyrir alla sem hafa komið hér og tekið þátt. Thank you for everyone that has come here today and participated. Fyrir tónlistarflutningi, við erum afskaplega þakklátt. For the music, we're very grateful. Takk fyrir yndislega góða ræðu, Carly. Thank you for such a good sermon, Carly. Og við bara lofum ykkur fyrir allt sem þið eru að gera fyrir okkur. And we love you for everything that you're doing here Það for má segja us. það líka, já. Yes. Við ætlum þá bara að rísa á fætur We're going to stand up og hafa blessunarorð og Carly ætlar að vera með blessunarorðin fyrir okkur. and we're going to have the benediction, Benediction. the blessing. And Carly will say the blessing for us. Oh no. Núna. Oh, this one, yeah, okay. Here we go. Drottinn blessa þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen. Thank you. Svo gott, bá. Já. Þá ætlum þið að syngja aftur þegar. Já, síðasta lag dagsins er I'm So Blessed og haldið ykkur standandi. Takk fyrir. Jesus. Mig langar að heyra ykkur syngja með. I want to hear you singing and worshiping God, please. I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed, I'm so blessed.
safnaðarheimilinu á eftir. You're welcome to come and eat with us here later. Svo gjörðu þið svo vel og komið með okkur. So please come with us. Nei, gefðu Erik þetta, já, þetta ekki? Hann snillingur, hann bróðir minn. Hvað segirðu, Erik minn? Takk innilega. Vá, Bara takk sömuleiðis. Takk fyrir að þýða. Þetta er rilling. Nei. Ég bara, veistu, ég ætti að þýða.